frambjóðanda og það er Björg Árnadóttir. Hún er framkvæmdastjóri Miðgarð. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég heiti sérst Björg Árnadóttir og er framkvæmdastjóri og einn af eigendum Miðgarð á Hvolsvelli. Ég flutti þangað 2013 eða fór þangað til að hjálpa syni mínum, Adda og konu hans henni Hildi og vini þeirra við reksturinn og hef ílengst þar, þannig ég er svona utanbæjartúta. Og ég hef ekki séð eftir því að vera þar. Í grunninn er ég hjúkrunarfræðingur, hef ekki mikið unnið við það, nema ég var einn af stofnendum heilsuverndar með Grími Sæm og Kjartani Magnússyni á sínum tíma. Þar nýttist sú menntun og hún nýtist mér óneitanlega líka í starfi mínu í dag. Ég fór svo í MBA-námið og svo fór ég í leiðsögnina og svona björgunarsveitina og allt það í kjölfarið þannig að þetta sameinast allt í starfinu mínu á Miðgarð, því þar rekum við ferðaskrifstofu, við erum með ferðaþjónustu, bjóðum upp á ferðir, við erum með gistingu, við erum með veitingastað, við erum með viðburðarstað og ég er akkurat núna inn á þessari skrifstofu minni, þessari sjáu þið. Þannig að í dag er ég í leiðsögumannshlutverkinu, í gær var ég í reikningunum og nú er það leiðsögumaðurinn. Ég ætla ekki að fara í löngu með það, ég held að það að fyrir mig að sitja í stjórn FKA á eftir að gefa mér mjög mikið. Ég sakna þess alltaf svolítið eftir ég flutti austur að vera meira með fólki á mínu reki, fyrirgefið ég segja það nú ykkur allar þó að ég sé nú kannski aðeins í eldri kantinum hana. En mér langar og ég held að það sem ég eftir að fá út úr þessu er þetta hugmyndaauðgi, nálgast áskoranir með öflugum hópi, vera með skemmtilegum, glöðum konum, vera í nánd og ég elska þetta. Ég er hins vegar sjálf, ég er opin, ég er einlæg, ég á mjög auðvelt með að tengjast fólki og vera með fólki. Ég líka, þetta er kannski mottóið mitt að eftir ég var eldist að þá náttúrulega Björg, þú ert bara þú sjálf og þetta að vera ég sjálf en líka þetta að leyfa öðrum að vera þeir sjálfir, að það einfaldar líf mitt til mikilla muna. Ég er mjög spennt fyrir þessu verkefni þannig að ég vona svo sannarlega að ég komist að. En hins vegar í hópi þessara öflugu kvenna þá óska ég ykkur öllum innilega góðs gengis í þessu og ég óska líka FKA áframhaldandi góðrar vegferðar í þessu góða starfi sem að þið eruð að sinna. Þannig að ég þakka bara innilega fyrir mig. Takk fyrir kærlega. Alveg innan marka, geggjað. Næst vil ég bjóða velkomna Hörpu Þrastadóttur, eigandi Kjarks, ráðgjafar og sundskóla Hörpu. Gjörðu svo vel, Harpa. Fyrir, góðan daginn. Ég heiti Harpa Þrastadóttir og er gift, fertug, 2 dætra móðir. Ég er verkfræðingur í grunninn og með aðra meistaragráðu í stjórnun og forystu. En ég hef, í dag rekið 2 fyrirtæki, mjög ólík fyrirtæki. Annars vegar kenni ég ungbarnasund og krílasund og hins vegar er ég ráðgjöf og fræðslumálum. En ég hef mjög fjölbreyttan bakgrunn, mikinn svona langan bakgrunn kannski úr karlageiranum. Ég byrjaði 13 ára gömul eða ung kannski frekar sem handlangar í byggingavinnu og var í því þar til ég byrjaði háskóla. Ég vann lengi hjá alþjóðlegu verktakafyrirtæki sem er á Íslandi í vegagerð. Þar var ég stjórnandi og stýrði mínum málaflokk á Íslandi en var líka í stefnumótandi teymum fyrir samsteypuna alla á mínum málaflokkum. Þetta er 50.000 manna samsteypa í 5 heimsálfum. Þannig ég var stórum stefnumótandi verkefni þar. Þaðan fór ég í ríkið. Ég var 2 ár opinber starfsmaður þegar ég var í framkvæmdastjórn stofnunar og stýrði þar fjölbreyttu stóðsviði. En í dag er ég að taka þetta allt saman og er að vinna mikið með fólk og ferla, reyna að byggja upp heildstæðar stefnur og markmið og ferla sem styðja fólk og ferlana til árangurs, en er líka í fræðslumálum og ég sitjum bílaplani núna fyrir utan af því ég var með námskeið, stjórnunarnámskeið í morgun. En ég hef tekið þátt í starfi FKA, ég hef tekið þátt í mentorverkefninu fyrir nokkrum árum og var í alþjóðanefndinni sem skipulagði FKA-ferðina í haust, ótrúlega skemmtilega ferð. Og þátttakan hefur gefið mér mjög mikið. Ég hef alveg kynnst mikið af fjölbreyttum konum, yndislegum konum, stækkað tengslanettið mitt
og bara fengið svona nýja ögrun í umhverfinu og bara kynnast ólíkum konum. Mér finnst það mjög gaman og gefur mér mikið. Og mér finnst það rosalega verðmætt líka af því að ég vinn mikið bara í karlageira, vinn mikið bara með karlmönnum, þannig að fyrir utan Bergliðið sem vinnur með mér, þá erum við mikið á karlavinnustöðum og fáar konur kannski í umhverfinu, þannig að mér finnst rosalega stýrmætt að geta átt þetta líka og verið komið inn í FKA líka. En ég hef líka tekið eftir því að það alveg svolítið gap í mínum aldri. Ég er fertug og það er rosalega sterkt framtíðarstarf og svo er rosalega sterkt einhvern veginn aftur þegar konur eru komið upp, komin börn. Og ég held að við getum alveg gert eitthvað meira til að halda í konur líka inn í félaginu og vera virkar í starfinu þegar þær eru með ungbörn og eru með unglinga og svona vera samt að gefa sér tíman og gefa sér tækifæri að vaxa innan starfsins hjá FKA. Þannig ég held að sé alveg tækifæri til að virkja það betur og ná konunum inn. Ég veit að það eru margar að hætta á þessum aldri. Ég og vinkonum hafa verið að hætta og ekki hvernig séð sig eiga heima í félaginu. Þannig að ég held að sé alveg tækifæri þar að reyna að ná fleirum inn og virkja betur svona þennan aldurshóp líka. En ég held bara komin tíma, þannig bara takk fyrir mig. Kærar þakkir, Harpa, alveg á sekúndinni, mjög flott. Þá langar mig að bjóða velkomna Hjördísi Dröfn Vilhjálmsdóttur, eiganda Taktu flugið. Gjörðu svo vel. Þú ert á mute. Já, komið sælar. Ég er sem sagt Hjördís Dröfn og ég starfa undir nafninu Taktu flugið. Ég er leiðtogaþjálfi og teymisþjálfi og vottur sem tilfinningagreindarþjálfi. Og þetta er allt í raun og veru markþjálfunar tengt sem að ég er þá að tengja við mína fyrri reynslu. Ég er hagfræðingur með meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun og hef aðeins verið að kenna líka markþjálfun. En þar áður, þá er ég með áralanga reynslu af fjármálamarkaðnum þar sem ég starfaði við greiningu sem hagfræðingur, ráðgjafi og svo sem stjórnandi og bar ábyrgð á umfangsmiklum breytingaverkefnum. En kannski svo ég komi að bara FKA og af hverju ég er að bjóða mig fram. Það er ótrúlega gefandi að starfa í FKA og þannig að önnur ástæðan fyrir því ég er að bjóða mig fram er bara minn persónulegi vöxtur, bara það sem ég fæ út úr því að vera með öllum ykkur hinum. Samveran, samskiptin og tengslin sem ég fæ með því að vera virk í FKA eru mér ótrúlega dýrmætt og ég hef eignast inn í FKA góðar vinkonur. Ég hef vaxið persónulega og myndað tengsl og átt skemmtilegar og uppbyggilegar stundir. Þannig að ég hef ómælda ánægju af því að starfa með ykkur í FKA. En það er líka fleira sem að FKA gefur mér og það er þetta að stuðla að vexti og eflingu annarra kvenna. Það gefur mér mjög mikið og ég er búin að upplifa það svolítið í störfum mínu fyrir FKA hingað til. Núna síðast var ég í sýnileikanefnd sem var bara geggjaður dagur að fá tækifæri til að taka þátt í og móta. Ég er búin að vera í fræðslunefnd núna 2 undanfarin ár og núna seinna árið sem formaður þar sem við erum að taka á móti nýjum konum í félagið og konum sem að vilja efla sig. Og þannig að þetta er það sem að hefur verið að gefa mér. Það eru frábær verkefni sem FKA er að vinna og ég vil halda þeim kyndlum á lofti. Og það er svona náttúrulega það sem ég brenn svolítið fyrir, það er að hjálpa öðrum að vaxa og það er svona svolítið mín áhersla sem ég kem með inn í starfið. Takk fyrir. Kærar þakkir, Hjördís. Þá er næst á dagskrá Jasmína Vajsovits-Tsarnats, verkefnastjóri Viðnámsþróttar Suðurnesja og eigandi ISO ráðgjafar. Jasmína, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Hafdís, vel gert að bera nafnið svona vel fram, bara frábært, ein af þeim bestu, sjáðu til. Takk. Já, klárlega, sælverið, kæru konur, FK konur, ég heiti Jasmína Vajsovits
og náttúrulega fædd uppalinn í Bosníu-Hercegovínu en búið hér náttúrulega í 30 ár. Síðustu 2 ár hef ég verið í stjórn FKA sem varakona og síðast sem bara kona í stjórn og hef tekið náttúrulega ýmis verkefni af mér og hef verið bara í kvennaári 2025 sem var bara gott tækifæri til þess að sýna sýnileika og samstöðu kvenna bara almennt á Íslandi og í samfélaginu. Í öðru lagi finnst mér FKA ekki bara tengslanett, heldur að geta haft áhrif og svo sannarlega eru tækifæri til þess, móta umræðu líka og skapa alveg tækifæri fyrir konu til að vaxa, leiða og hafa áhrif. Vegna þess að ég vinn líka í eins og kom fram að hef sín mitt eigin fyrirtæki sem heiti Ís og ráðgjöf og ég vinn rosalega mikið með valdefla konur og það segja konur á erlendum uppruna og með fræðslu víða völl allskyns innflytjenda og flóttamannamál, hvort sem að koma sveitarfélögum ríkinu eða bara félagasamtökum og þetta skemmtilegasta sem ég ger, að bara koma fram og meila minni reynslu. Ég stjórnmálafræðingur á mennt og stjórnsýslufræðingur og hef unnið í 20+ ár í opinberri stjórnsýslu, þannig ég elska ferla, ég elska lög og reglur og allt það og ég hef beitt mér algjörlega fyrir því í stjórn að við getum gert þetta miklu betur, það að segja setja ákveðin ferla í gang og setja verklag og hvernig við getum stuðla að betri skilvirkni og líka hvernig við getum hvernig maður getur hjálpa konum í nefndum að vita í raun og veru hvað þeirra ábyrgð og hvernig við getum samræmt líka okkar verkefni. Þannig ég mikið talsmaður þess og líka talsmaður þess að við beitum okkur út fyrir allavega á opinberu vettvangi þegar kemur að konum í stjórnum og taka svolítið umræðu til okkar. Þannig að það komið tími og ég rosalega ánægð. Ég hef komið úr FKA með tugi vinkona og ég mjög þakklát fyrir það og ég vil halda áfram að halda þessu góðu samstarfi og góðu samtali áfram og ef ég fæ tækifæri til þess, það svo sannarlega mun ég beita mig fyrir því. Annars, ég bara mun vinna af heillindum og tími hjá mér líka, þannig og hef mikla trú á konum og konukrafti. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Jasmína. Þá vil ég næst bjóða velkomna Margréti Hannesdóttur, fjármála- og rekstrarsérfræðing. Margrét, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sælar allar. Það rosalega gaman að vera hérna með ykkur í dag og fá að kynna sig betur. En ég heiti Margrét Hannesdóttir og hef setið sem gjaldkeri í stjórn FKA undanfarið ár og svo líka í stjórn FKA framtíðar síðastliðin 2 ár. Það sem hefur staðið mest upp úr hjá mér eru öll tengslin, samtölin og konurnar sem maður kynnist í gegnum félagið. En ég ólst upp á Hvanneyri í Borgarfirði og í Bolungarvík, bjó síðan á Akureyri og endaði í Reykjavík. Þannig ég hef eiginlega verið út allt og kynnst fólki við mjög ólíkar aðstæður. Síðan lá leiðin út í heim þar sem ég lærði óperusöng og bjó meðal annars í Bandaríkjunum, Þýskalandi og Ítalíu. Þá hef ég lokið námi í hagfræði og fjármálum fyrirtækja og hef síðan unnið við verkefnastjórnun, fjármál, mannusmál, samningagerð og fleira. En þessi blanda af fjármálum og listum hefur kennt mér bæði aga og skipulag, en líka það að þora að stíga fram. Vinna með ólíku fólki og leggja mig fram þar sem ég get haft áhrif. FKA mjög mikilvægt félag í mínum huga. Hér konur með alls konar bakgrunn, reynslu og drauma. Fyrir sumar í félagið vettvangur til að kynna fyrirtæki í þjónustu eða hugmyndir og byggja upp verðmæt tengsl. En fyrir aðrar geta tengslin hér inni opnað nýjar dyr. Hvort sem það nýtt starf, nýtt verkefni eða einfaldlega hugrekkið til að taka næsta skref.
Mér finnst það vera einn stærsti styrkleiki FKA að konur getur raunverulega stutt hvor aðra áfram á öllum aldri og öllum stigum atvinnulífsins. Ég var alin upp við það að maður ætti að taka þátt og leggja sitt af mörkum og þess vegna bauð ég mig upplega fram og mér langar virkilega að halda áfram að gefa af mér og taka þátt í að þróa þetta öfluga félag áfram. Ef ég fæ áfram tækifæri til að sitja í stjórn langar mig sérstaklega að leggja áherslu á að efla samstarf milli deilda og hjálpa fleiri konum að láta ljós sitt skína í gegnum starfið. Mér finnst líka mikilvægt að fleiri unga konur finni sig velkomnar í félagið og sjáu hvað það getur gefið manni ótrúlega mikið að vera hluti af svona sterku samfélagi. En ég legg metnað í það sem ég tek mig fyrir hendur, vinn vel með fólki og trúi því að við náum alltaf lengra þegar við styðjum hver aðra áfram. Ég vona að ég fái ykkur stuðning og hlakka til að halda áfram þessu starfi með ykkur. Takk fyrir mig. Kærar þakkir Margrét. Næst langum að bjóða Sigrúnu Jóhannu Þráinsdóttur, verkefnastjóra hjá Austurbrú í markaðsteymi ferðamála. Velkomna. Þú ætlar að vera með kynningu, það ekki? Eða ertu hætt við, Sigrún? Nei, ég ætla að deila allavega að leyfa þessu bara að vera. Já, flott. Já. Og svona. Sko, ég ákvað að deila þessari mynd með ykkur bara svo ég hefði eitthvað fallegt að horfa á allavega með að hlusta á mig tala. Þetta er mynd sem er hérna á Austurlandi. Þannig að það átti að líti út fyrir að vera einhvers staðar í útlöndum. En ég bara þakka kærlega fyrir tækifæri til að kynna mig og ég kynntist FKA fyrst þegar að nokkrar ágætar konur lögðu leið sína austur á land árið 2014, í maí 2014 og gistu hjá mér á Hótel Hallormsstað. En ég var sem sagt framkvæmdastjóri 701 hótels í 12 ár hérna fyrir austan og rak meðal annars Hótel Hallormsstað, Hótel Valaskjálf, nokkra veitingastaði, bakari, viðburðarsal og fleira. Og sem sagt nældi mér þar náttúrulega í dýrmæta reynslu í bara rekstri og teymisvinnu, uppbyggingu fyrirtækis og í mjög krefjandi umhverfi. Í dag þá starfa ég sem verkefnastjóri hjá Austurbrú og sem sagt í markaðsteymi ferðamála og ég vinn að verkefni sem að tengja saman þróun, markaðssetningu og framtíðarsýns fyrir Austurland sem áfangastað fyrir ferðamenn, bæði innlenda og erlenda. En svona núna á síðari árum þá er ég sem sagt búin að vera bara að mennta mig því að ég geymdi það á meðan ég stýrði fyrirtæki og ól upp börnin og nældi mér í sem sagt Executive MBA frá Akademías og er að vinna í BS-gráðunni í stjórnun og markaðsfræði. Ég hef verið að leggja mikla áherslu bara á stjórnun og markaðsfræði bara í mínu námi og svona minnum karriér. Ég er líka viðurkenndur stjórnarmaður hjá Akademías og er líka viðurkenndur stafrænn markaðssérfræðingur. Ég hef setið í nokkrum svona félagasamtökum í kannski svona smærri sniðum og í stjórnum þar og hef verið gjaldkeri í Ladies Circle og verið þar í svona öflugum tengslanetti kvenna sem er svolítið í því líka að lyfta kvenfólki upp og sinna góðgerðarmálum. Og svo var ég líka í stjórn tengslanett austfirskra kvenna sem var í raun og veru svona nokkuð svona forveri FKA hérna fyrir austan. En fyrir nokkrum árum þá hafði vinkona mín samband og bauð mér að vera með sem stofnmeðlimur Austurlandsdeildar FKA og var í því og sat tíma í minni fyrstu stjórn FKA á Austurlandsdeildinni. Mér finnst bara mikilvægt að rödd landsbyggðarinnar heyri sterkt innan félagsins og ég sé það kannski það sem ég myndi koma með inn í stjórnina. Ég sé hún stutta tíma þannig ég þarf að draga þetta vel og hratt saman. Og ég vil endilega stuðla enn frekari tengingum á milli kvenna allt land. Af því að ég trúi því að góðir hlutir gerast þegar að metnaður, samvinna og hugrekki fara saman. Og það er fyrir mér mikið hugrekki að bjóða mig fram í stjórn FKA og sitja hér og tala við ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega Sigrún. Þá
vil ég bjóða velkomna Tinnu Pétursdóttur, atvinnurekanda, viðburða og verkefnastjóra. Tinna, þú ætlaðir að vera með kynningu. Já, víst, afsakið. Heyrið í mér? Já. Já, hæ. Tinna heiti ég, takk fyrir að skoða framboð mitt í stjórn FKA. Hver er ég? Flest ykkar þekkja mig ekki, en ég er 45 ára gömul móðir í samsettri fjölskyldu og eigum sem sagt 6 börn saman, 5 af þeim eru unglingar á aldrinum 13 til 17, þannig að það er alltaf fjör hér á bæ. Ég fæddi uppalin í Luxemborg, tala 5 tungumál og já, fyrir ykkur sem þekkja mig ekki, mér finnst rosalega gaman að tala og kynnast fólki. Ég bý í Hafnarfirði sem finnst æðislegu staður að búa á. Ég hef átt nokkuð líf, segir fólk, það er kannski að því ég búið í Ameríku 2 svar, einu sinni ég lærði óperusöng, svo næst þegar ég lærði nudd, inn á milli var ég í Þýskalandi að læra snyrtifræði og nei, ég vinn mig ekkert að þessu, því ég ákvaði eftir ansi mörg ævintýri að fara í viðskiptafræði. Hana kláraði ég þegar ég var einstæð móðir með 2 lítil börn ásamt vinnu, á mun lengri tíminn ég ætlaði mér og það var drullega erfitt, but when there's a will, there's a way. Og já, ég er viðskiptafræðingur í dag og sjúklega stolt af því. Hvað get ég sagt ykkur meira? Þau sem að þekkja mig kalla mig orkumikla, drífandi og samviskusama. Meðal annars þau sem hafa unnið með mér. Svona. Og hver er ég annars? Afsakið, það er hérna allt fyrir mér. Ég vinn í dag sem viðburða- og verkefnastjóri Listaháskóla Íslands þar sem ég keða ráðstefnum, alls konar stórum og litlum viðburðum og meðal annars stórsýningunni sem var opnað í Hafnarhúsi síðustu helgi, mæli með. Meðfram þessu hef ég verið að reka mitt eigið fyrirtæki sem ég ætla mér nú aldeilis að stækka á næstunni og svo fór ég á sýnileikadaga og fékk loksins loka innblásturinn til þess að hoppa í djúpu er að hætta sem viðburða- og verkefnastjóri Listaháskólans í sumar og ætla að vera sjálfstætt starfandi af því að voru svo rosalega margar konur sem bara sýndu að bara með hugrekki getur maður gert allt. Hvað hef ég gert fyrir aðra? Ég hef sem alltaf vilja láta gott að mig leiða og frá því ég var ung þá hef ég haldið tónleikakvöld fyrir SOS Barnatorp í Luxemborg, ég hef verið með fjáraflanir fyrir umhyggju, ég hef skipulagt fjáraflanir fyrir íþróttafélög, undirbúið konukvöld og fjölskyldudaga og hópferði og meira. Fyrrum störf mín hafa verið sem sagt þjónustustörf, ég hef verið nuddari, ég hef verið framlínu ráðgjafi hjá Vinnumálastofnun, ég hef unnið við sölu, hvort sem það er að hringja og selja tryggingar eða eitthvað annað, já, ég hef verið þessi pirrandi típa. Ég hef unnið í ferðabransa sem ég finnst mjög spennandi líka, ég hef unnið við innflutning og núna síðast sem verkefna viðburðarstjóri. Hvað get ég gert fyrir FKA? Já, ég er frekar ný í FKA og ég held að það sé jákvætt að því ég kem kannski bara með ný augu inn í félagið. Ég er nú þegar komið með nokkra hugmyndir hvernig við getum virt næstu kynslóðir í FKA og koma í FKA. Tinna, ég verð því miður að biðja að ljúka málið þínu því að 3 mínúturnar eru liðnar. Já, heyrðu, bara takk fyrir mig en ég vil endilega gera gott betra af því þannig vinn ég yfirleitt og hafa gaman við það. Takk fyrir kærlega. Næst langar mig að bjóða velkomna Þórdísi Höddu Ingvadóttur, sjálfstætt starfandi. Þórdís, gjörðu svo vel. Já, takk kærlega fyrir Hafdís Perla. Já, ég heiti Þórdís Ingvadóttir og ég býð mig fram til stjórnar FKA, það eru FKA-konur. Ég er alin bæði upp í sveit í Hrútafirði og í Reykjavík og er yngst 10 systkina. Það kenndi mér seiglu og mikilvægi þess að hafa rödd og að standa með sjálfur mér. Og frá unga aldri hef ég haft mikinn áhuga á samfélagsmálum og áttaði mig á því að jafnrétti er ekki borið fram á silfurfati. Ég hef áður setið í fræðslunefnd FKA, meðal annars sem formaður COVID-árið allrenda 2020 til 2021 og þá stóð nefndin fyrir 7 viðburðum með áherslu á konur og fjármál. Það var á meðal fjölmennri ráðstefnu þar sem kynnt var könnun viðhorf kvenna og karla til fjárfestinga og ég sit einnig nú í fræðslunefnd á ríkjandi starfsári og finnst fátt meira gefandi en að skapa vettvang fyrir konur til að tengjast, læra og vaxa saman.
Ég er dálítið hugsjónamanneskja og þykir mjög gaman að kveikja neista í fólki til að finna sína hillu og ástríðu í lífinu og skapa sér tækifæri til að blómstra. Ég er verkefnastjóri með MBA-gráðu, hef rekið eigið fyrirtæki og hef fjölbreytta reynslu úr atvinnulífi og opinberri stjórnsýslu, meðal annars hjá forsætisráðuneytinu og Alþingi, og ég kom að verkefnum tengdum jafnréttismálum, vinnumarkaði og stefnumótun og fengið mikilvæga innsýn í hvernig lög og ákvarðanir verða til, þar sem hagsmunaaðilar eru kallaðar til umsagnar áður en að þýðingamiklar ákvarðanir eru teknar. Ég tel FK að vera öflugt hreyfiafl kvenna í íslensku atvinnulífi og hér er unnið frábært innra starf við að efla konur, tengja það saman, skapa vettvang fyrir fræðslu, stuðning og sýnileika. En ég sé tækifæri til að félagið verði sýnilegri í þjóðfélagsumræðunni með lýðræðislegri þátttöku í málefnavinnu til að efla konur í atvinnulífinu og ná fram tilgangi á markmiði félagsins sem að fjölga konum í stjórnunarstöðum og eigin rekstri, styðja við vöxt og frama kvenna, auka nýsköpun og ekki síst annan atvinnurekstur ásamt því að efla samstöðu og samstarf þeirra á meðal. Við verðum að vera vakandi í breytingum sem geta haft áhrif á stöðu og tækifæri kvenna og grasrótarstarfi skipti þar miklu og að koma sjónarmiðum kvenna á borðið þar sem ákvarðanirnar eru teknar. Ég trúi því að FKA geti verið enn sterkara og sýnilegra hreyfiafl í samfélaginu og mér langar til að leggja mitt af mörkum til þeirra vegferðar og yrði afar þakklát fyrir stuðning ykkar og traust. Takk. Helga. Kæra þakkir Þórdís. Næst langar mig að bjóða velkomna Þóreyju Hafliðadóttur, eiganda Helvítis ehf. Já, hæ kæru félagssystur. Ég heiti Þóreyja Hafliðadóttir og ég er eigandi Helvítis ehf. Alltaf gaman að segja þetta. Fyrir ykkur sem veit ekki hvað Helvítis við búum til alveg rosalega ljúffengar, sterkar sultur meðal annars og leikum okkur alls konar. Meðal annars var ég ásamt góðri FKA félagssystur með rosalega flotta hátíð fyrir stuttu sem heitir Reykjavík Chili Festival sem komið til að vera. Smá mig, ég er margmannahönnuður, frumkvöðl, mamma, síðan nýjasta hlutverkið, ég er amma, ég er eiginkona, brautagengiskona, kísukona, stjórnarkona, vinkona og þetta stolt FKA-kona. Síðasta ár er búið að vera krefjandi en á sama tíma mjög gefandi. Hvort sem ég hef verið að sinna verkefnum sem snúa félaginu í heild, nýsköpunarnefndinni eða sjálfbærnihópnum, þá hef ég án undantekninga verið innblásin til frekari starfa. Að geta hnippt í félagssystur og tekið gott kaffispjall finnst mér vera hjartað í félaginu. Ég hef bæði sóst eftir og fengið margar fyrirspurnir kaffibolla í hvert einasta skipti hefur það verið frábært. Það eitt að hafa aðgang að reynslumiklum og flottum konum sem eru til í að veita þér endurgjöf, hvatningu eða hlustun að mínu mati svo verðmæti þáttur af félagsstarfinu að ég vil endilega hvetja fleiri konur til þess að nýta sér það. Markmið félagsins og FKA-konur skipta mig miklu máli og ég vil endilega halda áfram að starfa í þágu ykkar sem stjórnarkona og þess vegna bið ég traust ykkar og atkvæði. Stutt og laggott fyrir mig. Takk fyrir. Kærar þakkir Þórey. Þá er síðust en ekki síst Þórunn Hilda Jónasdóttir, eigandi Magio viðburðarsmiðju. Þórunn, gjörðu svo vel. Takk hérlega. Góðan dag, Þórunn Hilda heiti ég og er eigandi Magio viðburðarsmiðju. Ég kynni mig alla jafna sem Þórunni en eftir að fólk hefur náð að kynnast mér þá endaði yfirleitt á því að kalla mig Tótlu og eftir þessa kynningu og kannski þegar þið lesið kynningabréfið þá endiði örugglega allar á að kalla mig bara Tótlu. Ég ákvað fyrir tæp ári síðan að stökkva út í djúpulaugina og stofna fyrirtæki, eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd út í hvað ég var að fara, en ég bara lét vaða. Og í kjölfar á þeirri ákvörðun ákvað ég líka að ég ætlaði bara svolítið að stækka mig sem manneskju. Og partur af því var að skrá mig í FKA sem var félag sem ég var búin að horfa á bara á hliðarlínunni í milljón ár og fannst ég aldrei eiga erindi.
sem er náttúrulega bara kolröng hugsun. Og ég ákvað ekki bara að skrá mig í félagið og vera kurteis á hliðarlínunni, ég ákvað líka bara að vera all in og bara bjóða mig fram í það sem ég gæti og taka þátt í þeim viðburðum sem ég kemst í og bara, já, vera með og láta til mín taka. Og ég að taka þátt í mentoraverkefninu, ég var jafn heppin og Hjördís og fékk að vera í undirbúningsnefnd fyrir sýnileikadaginn núna síðast sem var alveg ótrúlega skemmtilegt að fá að taka þátt í. Og núna er ég að bjóða mig fram til stjórnar. Kannski ekki búin að vera lengi í félaginu, en málið er að ég hef alveg ótrúlega mikla ástríðu fyrir því að taka hluti sem hafa verið vel gerðir og reyna að finna leiðir til að gera þá ennþá betur. Stækka þá og bæta bara við einhverjum töfrum. Og það er það sem mig langar að koma með inn í stjórn FKA. Finna bara töfrana í því sem verið að gera og reyna að gera það stærra, meira og í raun og vera áhrifaríkara. Því að eins og bara samfélagið okkar er í dag að þá held ég að félagsskapur eins og FKA hafi aldrei verið mikilvægari. Og röddin þarf að vera bara enn sterkari ef eitthvað er. Þannig að mig langar alveg ótrúlega mikið að fá að taka þátt í því og efla þá rödd. Bakgrunnur minn er merkilegt nokk er ég með viðskiptalögfræðigráðu sem ég hef aldrei notað en ég vissi bara ekki hvað ég vildi verða þegar ég væri stór, þannig að þetta bara praktískt. En svona megin bakgrunnur minn er markaðs- og kynningamál og viðburðsstjórnun. Vann hjá HR lengi vel og kom svo stutt við hjá KR og er svona ófeimin bara við að láta til mín taka og ég var nú bara þar í nokkra mánuði og breytti KR-laginu til dæmis. Svo eitthvað sem nefnt. Þannig að og ég var alltaf langað til að láta gott að mig leiða og mér finnst bara kominn tími til að það fari núna í þágu kvenna beint og kvenna í samfélaginu. Þannig að ég vona að ég fá bara stuðning til þess. Takk hérlega fyrir mig. Kæra þakkir Þórunn. Vá, bara takk hérlega allar fyrir mjög áhugaverðar og fjölbreyttar kynningar, alveg glæsilegar konur í framboði.